Við erum hérna í 8. viku, þannig að þetta bara styttist í annan endan hjá okkur. Námsefni sem lá fyrir í seinustu viku og núna mjög svona af skornum skammti. React alveg, það fullt af ykkur efni sem ég að vísa í, en ég vísa eiginlega aðalega bara í að þið notið nýju documentationa hjá React sem var endurnýjuð fyrir 1,5 ári eða eitthvað og bara mjög góð núna. Hún var alltaf svolítið svona út allt og svona, en hún betri núna. Og svo bara fullt af dæmum og einhverju svona ítarefni sem þið getið skoðað viljið. En margt að þið kannski ekkert alveg á við, en hérna eitthvað að þið á ennþá alveg við. Svo erum við með gestafyrirlestur í seinustu viku, þannig að við byrjuðum ekkert á því að skoða React beint, en við ætlum að gera það sem sagt í dag. En fyrst ætlum við að byrja því að skoða aðeins notendaumsjónina tengt hópverkefni 1 og hún náttúrulega svo sem útfarið hérna í námsefninu ekki, hún notar Passport og Express, en nú að nota Hono og Betteroth. En ef þið myndir skoða dæmi hér og svo dæmi sem ég búinn að taka saman núna fyrir Hono og Betteroth, þá sjáu þið í raun hversu mikið verið að gera í þessum pökkum versus það sem maður þurfti svolítið að vera að stilla hérna áður fyrr. En svo hérna ég búinn að setja inn bara restina af námsefninu sem í raun og veru bara svolítið vísun í þessi documentation, að því að í þessum svona nútíma frameworkum og þessu sem við erum að fara að nota núna seinasta part námskeiðisins í raun bara breytingarnar það miklar að það alveg bara best að skoða documentationu sem til staðar í hverju prótíti fyrir sig. Þannig að hérna fullt af einhverju, sumt af þessu á ekki lengur við, en ég bara segi hérna best að fara við þetta, en hér þetta að skoða bara eitthvað gamalt sem ég gæti kannski átt að uppfæra, en gerði ekki. Svo fyrir Next.js, þá þetta bara, skoðum við þetta hérna. Þetta svona verkefni 5 og hópverkefni 2 ef þið viljið, og við förum yfir þetta í næstu viku. Þá munum við bara gera svipað við erum að gera í dag, nema bara í Next.js. Ok, en við ætlum að byrja á því að fara yfir Hono og Betteroth. Og þá tók ég saman hérna bara svona mjög lítið dæmi um það hvernig þetta getur virkað. En það sem líka bara að skoða hvað segir í raun skjölunin hérna til dæmis JVT. Og þá hægt að nota hérna Hono til þess, og hérna fáum við dæmi um það hvernig hægt að gera. Ég heldur að ég hef ekki alveg fyllt þessu, en hérna þetta uppsett hér, og svo þetta að skoða Betteroth hérna, og þá hægt að sjá hérna, ok, hérna hægt að installa því, svo þarf að setja eitthvað auth og eitthvað secret, eitthvað auth secret og auth url, og svo þetta að setja þetta upp hérna þetta með database adapter sem Prisma, sem þá ok, við erum búin að nota Prisma og skoða það, þetta að nota eitthvað annað og þetta einhver leið til að tengja það saman, þannig að þá þarf að fara að tengja saman þessi mismunandi tól sem við erum búin að vera að nota. Svo þessi providerar hérna, við erum ekkert að skoða þau eru þá í raun og veru, ég vil geta gert eins og við höfum séð hjá Netlify, að ég fer inn og ég auðkenni mig í gegnum GitHub, og þá fer bara eitthvað svona, hey GitHub, segir hérna, Netlify vill fá að vita hvað e-mailið þitt, og þá þetta að leyfa það, og þá myndum við fá tilbaka svona callback sem við getum skráð í grunninn hjá okkur til þess að vita að þessi notandi hann til og auðkenndur í gegnum GitHub eða Google eða eitthvað annað. Margir svona providerar til sem þið hafi kannski bara oft notað, bara ekki fattað, þið í raun að skrá ykkur inn og búið til notanda með því að segja, continue with Google eða eitthvað svona. Þá í raun bara búið til auðkenningu þar sem að providerinn á öllum upplýsingum notandan bara koma einhvers staðar annars staðar að frá. Og þegar þið leyfið þetta, þá þið að leyfa forritinu sem að þið voruð að vinna í að spyrja viðkomandi þjónustu þær upplýsingar sem að þið gáfu leyfi fyrir. Maður oft fljótur kannski ít á authorize, en það geti verið til dæmis eins og fyrir Netlify, þá það hérna, má lesa öll repo sem þið hafa aðgangað, public og private. Gæti jafnvel verið líka með má skrifa í repo fyrir ykkur og eitthvað svona. Þannig að oft tíðum þetta eitthvað sem maður ætti að skoða, að þetta alveg vektor fyrir árásir af einhverju,
að þegar leiðu það komin þessi tenging, þá má þetta application sem að þið gáfu leyfi, þá fær það eitthvað token sem að það getur notað til þess að akta í ykkar nafni. Og það getur verið að bara exfiltrata gögn, svo sækja gögn á þess að gera neitt, eða það getur verið að gera einhverjar breytingar. Og þetta kemur inn í það að eins og þessir ormar sem að Jóhann fór yfir í seinustu viku, að þar var það bara að fá GitHub token, NPM token, sem var nóg til þess að mega publisha pökkum í nafni þess sem átti þennan token. Og þá var þetta að taka worm payloadið, setja það í pakkan, publisha pakkanum og svo heldur þetta áfram. Og þetta verður exponential útbreiðsla á orm eða vírus. Þannig að þessin þetta, það sem við fáum og erum að halda utan hérna, getur oft á tíðum verið mjög mikilvægt, eða mjög svona sensitív gögn. Ekki bara að því leyti að gera það sem ég var að tala þarna, heldur líka að við erum ofta að geyma kannski persónulega greinilega gögn. Við erum að geyma kennitölur, netföng, símanúmer og nafn heimilisfang par. Þetta er allt svona persónulega greinilega gögn og ef þið haldið á þessu, þá er það að halda á gögnum sem falla undir persónuvernd. Og svo kemur inn í þetta NIS 2 og allt þetta sem er verið að herða þessu og bla 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 bla, en þetta er bara alltaf stoppa við þegar þeir eru farin að taka gögn sem eru persónugreinanleg. Ef þið getur tekið þessi gögn og fundið út úr hver þessi einstaklingur að þá þurfum við að stoppa og segja, ok, erum við ekki örugglega að gera allt rétt? Hvort sem þið eru juniorinn í teiminu sem að gera eitthvað, eða þau sem að setja þetta upp, að bara, hér þurfum við að hægja á okkur og vita að við séum að gera allt rétt. Ok, en hérna allavega síðan eitthvað, og hér eitthvað sem ég benti á, repository with a complete code, þannig hérna eitthvað svona app that uses Bun, Hono, Betterod, TypeScript, Vite og React. Kannski svolítið mikið. Þannig að ég tók saman þetta hérna sem er bara alveg mjög lítil uppsetning. Þegar þið eru ekki að búa til fullkomna uppsetningu sem er að fara í loftið og fara í notkun einhvers staðar. Það er ekki markmiðið með þessu verkefni. Markmiðið þessu verkefni er að gera nákvæmlega það sem þið eru búin að lenda í, að setja þetta upp í fyrsta skipti í samhengi við eitthvað verkefni og hlusta á mig, segja ykkur að passa eitthvað þegar ég gera þetta svo í alvörunni. Þannig að þetta þarf ekki að vera fullkomið, í ykkar tilfellin þarf þetta bara að virka. Og það er oft eitthvað sem þið kannski reykja ykkur á. Þetta er ekki að virka, þannig til loksins, þetta virkaði, ok, flott, skilum þessu og snertum þetta aldrei aftur vonandi. Þannig hérna er í raun bara, þið getur keyrt þetta npm install, þið þurfa að keyra þetta, keyra ef, kveikt á blessuðum Copilot, slakum í smá stund, ef local db er 1 og hérna eru þessi dæmi curl skipanir sem þið getur gert til þess að síðan mimika það sem að þarf til þess að geta sótt þetta. Þannig við ætlum að skoða það þegar við erum búin að skoða hvað er í þessum kóða hérna. En hérna erum við að nota bara Hono eins og við notað áður. Við erum að nota Betterod og svo Better SQLite 3. Þannig að í rauninni staðin fyrir að vera með Prisma þá erum við bara að nota SQLite grunn sem er þessi local DB hér. SQLite er í raun keyrslumhverfi sem keyrir heilan RDBMS í bara minni eða keyrir hann í þræðinu sem þú ert að keyra, svo þú getur embeddað SQLite í forritinu þínu og það keyrir bara heilan RDBMS með forritinu þínu og notar bara skrá á disk til þess að geyma sem gögnin sem eru þá gagnagrunnurinn. Og það er þá yfirleitt bara eitthvað svona .db skrá og þetta er notað út allt. SQLite er notað á ótrúlegustu stöðum. Það er bara alltaf ef það þarf einhverja leið til að vera með gagnagrunn sem er í SQLite compatible og við þurfum ekki að setja eitthvað upp, þá getum við bara nota SQLite og það getur bara verið á embedded tækjum í farsímum, iOS notar þetta fyrir alla gagnageymslu held ég í iOS og í annað. Þannig að SQLite rock solid library, skrifaði CA grunninn og er bara eitt best testaða og svona battle testaða library sem þið getur fundið. Það er bara, þetta er marvel of software engineering. Svo bara, þannig séð ekkert annað. Þannig að þetta er það sem er að bætast við út frá því sem við höfum séð áður. Síðan erum við með þessar skriftur sem eru bara eins og við erum með hérna. Það er bara index.js og inn í því þá er
eru rátin okkar sett upp, en áður en við skoðum það, þá erum við bara uppsetningin á auðkynningunni. Hún er ekki flóknar en þetta. Þannig að hérna erum við bara að segja better auth með stillingum. Það er database, það er hérna new database, þar sem að database kemur frá Better SQLite 3. Þannig að better auth er bara svona bring your own adapter. Þannig að hér erum við að sækja eitthvað sem að býr til gagnagrunninn út frá SQLite. Þetta getur við verið með Prisma, Postgres, MS SQL, MySQL og aðrar leiðir til þess að geyma gögn. Og þetta þarf í raun og veru eingöngu að fá skráarnafnið á SQLite gagnagrunnum okkar. Það er bara hér. Og svo erum við með þetta base URL og svo erum við með þetta secret hérna. Sem er ekki notað hér og gæti verið á hinstæðum, allavega. Svo stillum við hvernig better auth á að haga sér. Það er að leyfa sér þetta e-mail and password skráningu og lækkar bara hérna þröskuldina á því hvað þarf að vera password lengdin niður í 3, svo við getum haft einfalt password til þess að vera með í dæmanum okkar. Síðan erum við með hérna skilgrunum eitthvað hérna fyrir JVT. Hérna búum við bara til notandan ef hann er ekki til, sem þýðir þá er að við keyrum það sem að þið myndu þurfa að útfæra í sign-up endapunktunum hjá ykkur. Að hérna tek ég einhvern body sem er bara hardkóðað e-mail, hardkóðað password, hardkóðað name og setja inn í gagnagrunninn. Síðan býð ég bara til Hono app. Ég býð til algjörlega óauðkendan og óöruggan, eða það er að segja opinn endapunkt sem er bara á slash. Svo erum við login sem tekur þá við body og þar þarf að vera e-mail og password og síðan reyni ég að skrá viðkomandi inn í gegnum hérna body sem er þá með e-mail og password sem passar þá við e-mail og password sem er hér. Ef það gengur ekki, þá gerum við ráð fyrir að það sé bara invalid credentials. Við vitum að þú ert búin að senda inn e-mail og password og þetta mætti aftur nota SOD eða eitthvað til þess að gera betur. En þetta er eitthvað sem við höfum skoðað, validation verkefnið. Og við gerum bara ráð fyrir hérna að fá invalid credentials að það sé villan. En það gæti náttúrulega verið einhverjar aðrar villur og það er í raun, þið getið skoðað hversu mikið þið farið að skoða hvað gæti verið að þarna. Síðan búum við til token og þá notum við hérna sign og sign kemur frá Hono JVT og þá er þetta í raun, þegar við erum að vinna með svona gögn, þá er þetta yfirleitt þannig að við erum að taka eitthvað payload, eitthvað metadata og svo signum við það. Þannig að payloadið er í raun hver er ég og það getur bara verið, það er e-mailið mitt, notendanafnið mitt, kennitala mín og einhver gögn. Metadatað er í raun hversu lengi á þetta að vera virt, hvernig er ég búin að, hvaða algoritma er ég að nota og svo er ég með signing partin sem er þá í raun út frá þessum gögnum, þá signa ég þetta og bæti signaturinu við og signaturið er það þannig að það er út frá metadatanu og payloadinu og er þar af leiðandi immutable. Það er að segja, ef ég breyti payloadinu eða metadatanu, að þá er signaturið ólöglegt. Þannig að þarna er bara í raun bara svona eitthvað, algoritmin hérna, þú veist, HS256 algoritmin er notaði til þess að sæna þetta og ég fæ tilbaka eitthvað token sem er í raun bara strengur en hann inniheldur sem sagt metadatað, payloadið og signaturið og við skoðum það eftir en það er það sem er verið að gera hér það er verið að búa til sem sagt, hérna segi ég það er verið að búa til út frá þessu hérna þannig að þetta hér eru upplýsingarna sem fara inn í tokenið svo kemur secret og algoritmin og við fáum tilbaka token hann er bara strengur og við skilum honum síðan erum við með hérna frekar einfaldaða mynd af þessu þetta væri hægt að abstrakta í burtu og nota eitthvað vitlaust ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum ekki að hérna þú veist er þetta að fá beint úr Hono að þarna fáum við bara authorization header hann er vel skilgreindur í HTTP authorization headerinn hefur eitthvað sem að byrjar á bearer af því að það sem við viljum að vera með það er bearer token sem er bara ég er með token, hann er hér svo gæti þetta verið öðruvísi típur af token þess vegna er þetta svona eitthvað bil tokenið þannig að við erum fjarlægjum bearer fyrstu 7 stafina sem eru þessu hér og fáum tokenið
og svo verifæum við það sem við erum í raun að segja, ok, út frá þessum token sem kemur, út frá secretinu sem var ég að nota til þess að sæna þetta, ég glemdi að segja það áðan, það þarf að vera eitthvað secret sem er í raun er þekkt leyndamál sem er notað sem seed inn í algoritman til þess að búa til í raun undirskriftina og þessi hérna átti eftir að uppfæra JVT algorithm og með þessum algoritma er þetta rétt, er undirskriftin að passa við í raun metadatað og payloadið. Ef ekki, þá kannski vundum við vera hérna á einhverju staðar sem við viljum vilja, hafa eitthvað sem loggar þetta sérstaklega, monitorar ef einhver er að reyna bara að senda inn 1.000.000 tokena eða eitthvað, Það væri óeðlilegt að fá, mikið frá sömu upptölunni eða frá á stuttum tíma, ef einhver allavega. Ef við komum síðan hingað, þá vitum við, það var token, hann var rétt sænaður og þar af leiðandi erum við bara að segja, þú mátt sjá þetta. Þannig að við erum bara búin að leysa authorization partinn af notendumsjónunni. Við erum ekki, authentication við erum ekki búin að leysa authorization. Þannig að við erum bara búin að segja, þú ert einhver sem sænaði þessu upp. En við erum ekki búin að segja, þú ert einhver sem sænaði þessu upp og ert admin og mátt gera þetta eða hitt. Og það er þá stækkar mengið svona vesen við að setja upp innskráningu. En oft á tíðum er nóg bara að vita, þú ert einhver sem sænaði þessu upp eða þú ert einhver sem ert ekki sænaður upp. Svo gætum við haft einhvern admin og þá gætum við haft bara að það er eitthvað admin true. Og þá vitum við það, þá getum við geymt það í gagnagrunnum. Og við erum ekki, það er ekki krafið það að þið útfæri það að vera að búa til einhvern veginn admin á einhvern sérstakann hátt. Hann má bara vera hardkóðaður notandi. Þannig að þá komumst við hingað og þá segjum við, þá skilum við gögnum sem eiga að vera örugg. Þannig að ef þið væri að gera þetta, þá gætu þið búið til þetta hérna sem einhverja virkni sem er í raun í einhverju middleware, ef við erum búin að skoða það í Hono, eða bara eitthvað fall sem maður getur tekið við þessu og í raun gerir allt þetta og kastar villu ef þú ert ekki notandi. Þannig að þarna er í raun bara hvernig útfærslulega séð viljið gera þetta. Í versta falli þá getið þið bara hent þessu í öll föllunleikar nema þá lendi ég vandræði með að þið gera ekki rétt. En þetta er svona pælingin í þessu. Þannig að ef við prófum þetta, einhverjum spurningar á meðan ég hendi þessu upp? Það má alveg gera það líka. Þetta er bara það allra einfaldasta sem við getum til þess að ég gæti, sagt ykkur þetta er það sem er nóg til þess að gera þetta. BetterAuth er risastór pakki og ef þið eru búin að skoða documentationi þá er það bara ótrúlega mörg verkefni sem það leysir. Ef þið viljið gera það og eru búin að skoða það er bara frábært. Þá eru þið búin að læra heilmikið það hvernig þetta virkar og svona. En ég er núna bara því að það eru 3 dagar í skil eða eitthvað, að bara hvað er það minnsta sem þið þurfið til að leysa þetta verkefni. Já. Já. Af því að við getum alveg farið í raun lengra inn í þetta, nema bara að þetta er svona eins og með margt í þessu, að því þessi áfangi er svolítið svona að taka breiddina og kynna ykkur fyrir hugtökum og kynna ykkur fyrir því hvað þetta er, að það gæti alveg verið 3-4 vikur þar sem við verðum bara að tala um auðkynningu og fara ykkur um óáðferli og hvernig við erum að vinna þetta og óáð 2 er stað sem er svona, sem er þetta með callbacks og það sem þið sjáuð oft, þið loggið ykkur inn á gmail.com, þið farið inn á YouTube og þið logguð inn aftur. Hvernig virkar það? Út af því að það er óáð flæði sem er skilgreint þarna, þar sem þið farið á sameiginlegan stað sem er hjá Google, sem sér að vita identityið ykkar og senda það tilbaka, því það er öruggt á milli youtube.com og google.com og þetta er bara, it's a whole thing. Þannig að ef þið eru komið þarna langt að þið eru með í raun meira en þetta, ekkert mál, en ef þið eru komið þannig að þið eru með meira en þetta og það er ekki að virka, það mætti alveg, þá geti plan B. Já, þá er þetta escape hatchið ykkar að taka bara þetta og patsa því það sem þið eruð. En bara, já, og það er alls ekki slæmt ef þið sjáu fyrir ykkur að fara að vinna í vefforritun og fara að vinna í svona bakenda virkni að kynna ykkur þetta vel. Að til dæmis, ég er mikið að vinna í Starfandi Ísland og við erum með teim mitt er með mína síður. Og þar er í raun allt það sem að þið fáið ef þið farið inn á mínar síður hjá Starfandi Ísland og þið farið, já, ok, ökuskírteinið mitt. Að þá er alltaf, þið fóruð í gegnum innskráningu
einskráningi eitthvað bjóð til JVT token sem sænað út frá IDS-num, Identity Servernum hjá Stafrænt Ísland. Það token fer yfir til minna síðuna, það geymt þar. Það geymt í Redis þar, það var einu sinni geymt í klientnum sjálfum, eins og við munum gera í verkefni 2. Hann var available í browsernum, að þau var breytt þannig að það bara cookie núna í browsernum. Tokenið geymt út frá tokeninu, út frá ID-inu sem geymt í cookie í Redis, út af því að tokenið það mikilvægt að ef það lekur út, þá bara þið sá aðili fyrir allar þjónustuna sem þarna. Þannig að hann mjög mikilvægur þessi token. Svo byrði ok, á í ökuskírteini. Þá tokenið tekið, það búið til vefþjónustukall yfir til ríkislögreglustjóra. Og ríkislögreglustjóri með vefþjónustu sem aðgengileg síðan aftur yfir X-Road eða strauminn sem svona service bus þar sem að í raun stofnanir eru skráðar inn, fá client ID og ég fæ client ID sem serverinn hjá Stafrænt Ísland. Svo eru þeir skráðir þannig að þessi serverir með að tala saman. Þannig að þetta eru axlaböndin, svo kemur beltið sem í raun að svo kallað yfir vefþjónustuna, yfir X-Road með JVT tokenunum. Þjónustan hjá ríkislögreglustjóra tekur tokenið úr headernum, við notum bara authorization header með bearer token, spyr IDS-serverinn, hey, þetta ekki örugglega sænað rétt? Það er ekki þannig að við erum með hér að við erum bæði issuerinn og verifierinn. Þá spyr hann IDS-serverinn, hey, ég fekk hann token, hann ekki örugglega rétt sænaður? Þá kemur tilbaka já, þá má ég kíkja í metadatað í tokeninu eða í payloadið og segja, ok, hér kennitala. Ég ætla að athuga hvort þessi kennitala eigi í gagnagrunni ökuskírteini. Svo kemur tilbaka ökuskírteini, þá það bara svar og það fer aftur yfir X-Road og það birt á Ísland.is. Og svo þetta bara fyrir 40 þjónustur eða eitthvað sem eru nú tengdir á Ísland, inn á Stafrænt Ísland. Og það alltaf með JVT token. Þannig að það aldrei þannig að forritari inn á mínu síðum eitthvað að tengja við ökuskírteinaskrá og bara eitthvað, já, get ég bara flett upp kennitölu? Nei, út af því að það þarf alltaf token. Og tokenið þarf alltaf að vera sænar af IDS-servernum. En svo í development þá erum við með svona gervimenn og gervimenn geta verið með hvaða gögn sem eru skilgreind í dev-umhverfinu á móti. Ég skal sýna ykkur það eftir þegar ég tek ekki upp, bara svo ég En þar þetta búa til alls konar tókana og alltaf verið þetta JVT tókanar. Þannig að það svona, ef að þið lendið í því að fara að vinna fyrir eitthvað stofnun sem að vinna með Stafrænt Íslandi eitthvað, þá allavega vitið, hey, já, JVT tóken, þeir eru virka svona. Og þeir getur verið eitthvað sem að þarf síðan að vera integrata á móti þessu eða nota þetta og skilja þetta. Þá vitið, ok, þetta í grunninn svona einfalt, en það alveg a whole thing við að búa þetta til og sæna þetta og passa på að þetta sé öruggt. Og svo eru refresh tokens og það hvernig ger ég þetta á tækjum, JVT tokens eru líka notað í appum, þið loggið ykkur inn á appi, en hvað gerist ef þið eyðið síðan aðganginum ykkar, eða heldið að loggast inn, það við séu svona sign out everywhere takka, hvernig virkar það? Það drepur í raun öll session á kannski tölvunni minni, PlayStation tölvunni minni, símanum mínum og þarna, hvernig virkar það? Þetta alveg nóg að gera hana. Einhverjar aðrar spurningar? Þetta var mjög langt svar. Refresh token, það eitthvað sem sagt maður refreshar síðan hvað er það? Þú fær token og hann ofta tíðum svona stuttan lífstíma og þá hann í raun fer bara á milli, þú kannski opna session og ég bara eitthvað, ok, ég þarf að kíkja þetta, gera nokkrar requestur, svo fer ég að gera eitthvað annað, ég kem aftur í kvöld. Hvað gerist þá ef að refresh tokenin lifði bara í klukkutíma? Þá getur við með refresh token sem þá endurstartar í raun því sem var áður, þannig að refresh token eitthvað, hey, hérna X loggaði sig inn í morgun og refresh token ennþá lifandi, en access tokenin það ekki, má ég fá nýjan access token út frá því að ég held á þessu refresh token. Og þá getur serverinn hinum megin sagt, já, ok, en ég ætla samt að gera eitthvað auka, ég ætla að athuga, er nokkuð búið að eyða sessioninu, er nokkuð búið að breyta passwordinu, er nokkuð búið að gera eitthvað, og ef ekki, þá farið nýjan access token sem lifir í klukktíma, nýjan refresh token og svo heldur þetta áfram. Þannig getur við með access token sem lifir bara í nokkra mínútur, refresh token sem lifir í nokkra vikur. Og þá getur við haldið, þegar kannski lent í því að þið loggið ykkur inn og svo þurfa að logga ykkur aftur inn eftir klukktíma. En svo getur þið verið með einhverja þjónustu eins og Facebook þar sem þið loggið ykkur inn og þið loggist aldrei út. Og þá það út af því að það mismunandi útfærslur á því hvernig svona ferli á sér stað.
En ok, ég er sett búinn að starta núna sörnum. Úps, ég ætla að gera þetta svona. Þannig að núna ætla ég bara að keyra hérna curl-skipanirnar sem er hérna, bara til að síða hvernig þetta virkar. Þannig ég keyri curl hér og ég fæ hello world. Ég keyri curl secret og ég fæ unauthorized. Svo keyri ég hérna til þess að logga mig inn. Þá fæ ég token og hann er svona, þannig að þetta er bara strengur. En ef við skoðum hann aðeins hérna, þá er í raun, hann er þrískiptur, þetta er punktur inn á milli. Þannig að fyrsta er metadatað, seinni er payloadið og þriðji er signatureið. Og svo er það hérna, ef þið horfið á þetta, og alltaf þegar þið sjá einhvern streng sem byrjar á EJ, þá er það merki það að ef að þið hérna base64 decodið þetta, að þá er þetta, byrjar þetta, því að þetta er base64 encodingin á hérna curly bracket, hérna gæslöp. Við getum farið hérna, við getum farið inn á jvt.io og þetta er sem sagt JSON Web Token Debugger. Þá getum ég farið hérna og ég get pasta tokeninu mínum og þá fæ ég headerinn hérna sem segir þá, já, þetta er HS25X algoritminn og típan er JVT. Svo fáum við payload og þá er subjectið, þetta er eitthvað sem kemur frá, í raun, frá Betteroth. E-mailið sem ég sett inn, admin true, þetta sem ég setti bara hérna, handahófi, og svo expired, hvenær rennur hann út. Svo kemur hérna signature verification failed, af því að ég er í raun ekki með sama secret. Ef ég tek sama secret, það var hérna, þá segir hún, hann er í lagi. Þessi token er í lagi. Þannig að núna ef ég held á honum og ég get sagt hérna, ég get verifæðað hann, að þá get ég í raun sagt það sem er kóðað hérna inn í þessu payload er samþykkt. Ef að ég treysti kerfinu og ég treysti keðjunni. En þetta er eins og með alla auðkenningu, hún er bara jafn góð og auðkenningarsystemi sem við erum að nota. Þannig að þess vegna er að þú veist, ef að JVT og þú veist, ef þessi hérna algoritmi eða eitthvað, einhver segir hérna, já, ég gæti brotið þetta. Þá eru all bets off varandi þessa auðkenningu og allt fer í klessu. Út af því að núna ef ég geti brotið þetta og ég geti bara fengið eitthvað alvöru token, ég geti séð hérna, já, hann er geymdur í local storage í browserinu mínum. Ok, ég decode hann svona, ok, admin false, ok, admin true, fær rétt signature, breyti tokeninu í local storage hjá mér, er ég þá bara orðin admin. Og það er líka, og eru allir að verifæða tókinu rétt. Þetta er það sem að Jóhann var að tala með SAML tókinið sem að í seinasta tíma í hérna, að þá er SAML er önnur sambærileg leið til þess að gera nákvæmlega þetta verkefni. Kóða upplýsingar og sæna þær. En það var villa í því að þú gast kóða upplýsingarnar, sæna þær, en sett sér inn auka streng sem að var út fyrir sæningdótið sem að þú gast látið ákveðina hérna, aðila nota. Þannig að þetta er hérna það sem að þau sem voru ekki, þá er þetta búið að setja þetta upp sem bara hackpróf hjá ykkur ef þið viljið taka þátt í þessu. Þannig að hérna er greinum þetta hjá þeim, það sem er farið yfir þetta og svo hérna er þetta að fara og prófa nákvæmlega þennan veikleika. Og þá er þetta hérna, ef þið munið eftir þessari innskráningasíðu sem var áður en að nýja innskráningin hjá Ísland.is kom inn, að þá var hún var veik fyrir þessari árásategund. Sem er eiginlega nákvæmlega sama konseptið og er fyrir JVT og OAuth, þú veist, payload, metadata, signing, verify og ég get haldið áfram, nema útfært með XML. Ok, þannig að þá sjáum við hérna að þessi token er í raun réttur og gefur mér þessar upplýsingar. Þannig að ef ég tek núna þennan token og ég set hann í staðinn fyrir þetta hér og keyri þetta og þá fæ ég núna leyndarmálið sem að kemur frá endapunktinum sem að vara bak við þetta. En ef ég breyti bara einhverju litlu eins og ég set bara eitthvað auka x hérna
að þá fæ ég unauthorized af því að ég er búinn að eiga við tokenið og það er ekki lengur signed rétt. Og ef ég hef gert eitthvað eins og að breyta ykkur í payloadinu, signa það aftur, ef ég er ekki með secretið þá get ég ekki búið til réttan token sem að fer í gegn þarna. Og þess vegna er þetta, ef ég fæ secretið þá get ég bara búið til token sem ég vil fyrir hvert sem er. Þess vegna er secretið líka alveg fáránlega mikilvægt að það sé geymt öruggt. Alright. Þannig að þetta er svona það minnsta sem ég get soðið saman fyrir ykkur til þess að geta uppfyllt kröfuna í HBRK 1. Það eru margar leiðir að þessu marki. Það er að nota betur á það öllu leyti, það er að útfæra margar hluti sjálf þarna, það er að nota þetta en þetta er nóg. Og þetta er líka nóg til þess að þið getið séð þá bara hvernig þetta flæði virka svona í eiginlega svona einföldustu mynd. Einhverjar spurningar? Við eigum að gefa tíu þetta eða secretið í... Já, og þá er það að hugsa sko að, ég held, að því að ég veit þetta, ég sem notandi, ég veit hvaða e-mail og hvaða password ég notaði. Ég sendi það yfir og það er geymt einhvern veginn og það er, geymt einhvern veginn örugt í gegnum Bedroth og það má breyta því og stilla það alls konar. En ég bið síðan exchange á mínum credentials sem eru þetta fyrir token og token er síðan notað út af því að ef ég myndi láta vefþjónustuna, ég myndi setja allt þetta í öll vefþjónustuköllum mín, þá eru meiri líkur á því að þetta leki fari óvart eitthvað vitlaust eða eitthvað svona, en út af því að ég gerir þetta bara einu sinni, fæ token, að þá er tokenið representation af þessu sem að ég er með, time, það rennur út á einhverju tímapunkti. Já, en í verkefninu, eða við gefum upp hvaða e-mail og hvaða password, já. Já, ok. Já, út af því að, ef þið sendið þetta inn og þeir eru með token sem rennur út þarna og þeir eru með eitthvað token, þá rann hann út kannski bara klukkutíma eftir að þið skiluðu. Og líka út frá því hvaða secretið væri með og eitthvað svona, þannig að ef þið búið til notanda sem er admin, setjið þá, hvernig þið loggið ykkur inn. Þetta er líka svona, eins og ég gerir hér. Þetta er svona, þetta er bara fastsett hér og þetta mun bara virka. Ef að þið gerir npm install og kerið þetta hjá ykkur, þá mun þetta bara virka. Út af því hvernig ég seti þetta upp. Þannig viljið þið líka setja þetta upp til þess að einfalda þeim sem fer yfir verkefnið eitthvað lífið. Ok. Taka pásu.